Tilkynningum vanrækslu barna, ofbeldi gegn börnum og börn sem beita ofbeldi hefur fjölgað 10% milli ára. Aukningin kemur ekki á óvart, segir lögreglumaður sem sérhæfir sig í að aðstoða börn í vanda. Leiðtogar Evrópusambandsins hafa tekist á aðildarviðræður við Úkraínu, refsiaðgerðir gegn Rússum og afstöðuna til Ísraels á fundi sem hófst í Brussel í morgun og stendur enn. Loka gæti þurft hringveginum og rýma fyrr og lengur en áður var gert ráð fyrir ef hætta talin á Kötlugosi. Uppfærð viðbragðsáætlun var kynnt í Vík í dag. Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman skemmdir á kjarnorkustöðvum Írans. Enn ekki ljóst hvort þær hafi verið gjöreyðilaðar. Bæjar- og tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar hefst í kvöld með stórtónleikum Björgvins Halldórssonar í Bæjarbíói. Það bara no place like home, sko. Gott kvöld. 17.000 tilkynningar bárust vanrækslu barna, ofbeldi gegn börnum og börn sem beita ofbeldi á síðasta ári, sem töluverð fjölgun milli ára. Lögreglumaður segir tölurnar ekki koma á óvart en leggur áherslu á að langstærstur hluti barna og unglinga sé til fyrirmyndar. Alls eru 23 barnaverndarþjónustur á landinu og þær skila mánaðarlega tölulegum upplýsingum til Barna- og fjölskyldustofu sem gefur út samantekt á fjölda mála milli ára og eðli þeirra. Tilkynningarnar á síðasta ári voru hátt í 17.000 sem 10% af fjölgun frá fyrra ári. Mest var fjölgun í Reykjavík að 13%, 12% í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og 6% utan höfuðborgarsvæðisins. Koma svona tölur þér á óvart? Kannski ekki. Ég hef svona ekkert skoðað þessa skýrslu þannig ég veit ekki alveg hvað þarna bak við það. Það náttúrulega líka búið að vera svona markaðssetning eða að segja það búið að vera að kynna fyrir börnum hvernig þau eiga að láta vita ef það er verið að brjóta á þeim og annað slíkt og svo náttúrulega heimilisofbeldis hlutin alltaf að vera stærri og stærri og það náttúrulega þar verða líka til tilkynningar en nei, þetta kemur ekkert óvart. Tilefnið var margs konar. Í nærri 41% tilvika var að ræða það sem kallað vanræksla gegn börnum. Ofbeldi gegn börnum var í 1/4 tilvika og ofbeldi barna gegn öðrum börnum 22%. Þriðjungur skilgreindur sem áhættuhegðun og mest var aukningin í neyslu vímuefna eða annarra skaðlegra efna eða 60%. Það hefur svona hvað ég segi síðastlið ár og rúmlega það hefur orðið svolítið mikil aukning í áfengisdrykkjunni hjá krökkunum. Áður fyrir var þetta hefur komið í svona sveiflum. Þau voru í lyfseðilsskyldlyfjunum, þau voru í hörðuefnunum, þau voru í grasinu og þau eru ennþá í grasinu, þau eru ennþá í lyfjunum, en allt í einu áfengi farið að dúkka svolítið hátt upp. Þannig að það verður raunverulega fróðlegt að sjá tölur þessa árs miðað við svo síðasta ára því þetta þar síðasta og síðasta ár, sko. Langoftast bárust tilkynningarnar til lögreglu eða í 4 tilvikum af hverjum 10. 15% tilkynningar kom frá skólum og 12% frá heilbrigðisþjónustunni. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, koma þessar tölur þér á óvart? Já, þetta náttúrulega, við vitum það að það búið að vera mikill þungi í barnaverndarmálum undanfarin misseri. Og við vitum auðvitað líka það að það hefur verið mikill skortur á úrræðum fyrir þau börn sem eru í mestum vanda og ég gerir ráð fyrir að margt í þessum tölum endurspegli það. En örugglega ekki skýringin að fullu en það skiptir mjög miklu máli að það skortir mjög úrræði og það eitt af því sem verður að bæta núna á næstu misserum. Hvers konar úrræði þá helst? Já, það náttúrulega þessi börn sem eru í mestum vanda. Og við vitum auðvitað ástandi á Stuðlum hefur verið mjög erfitt og það hefur þurft að loka úrræðum og ekki fundist svona viðeigandi lausnir. Þannig að það mjög brýnt að það sé tekið til skoðunar og virkilega það sé bætt þar í. Það kemur líka fram að tilkynningum vegna vímuefnaneyslu, áfengis og annarra vímuefna, þeim fjölgar mjög mikið. Hefur við sofið á verðinum þegar kemur á forvörnum? Já, alveg örugglega. Ég held að forvarnir auðvitað og fræðsla gríðarlega mikilvæg og við gerðum átak fyrir einhverjum 2-3 áratugum og tókst hann að virkilega ná niður neyslu barna á áfengi, sérstaklega þá og öðrum vímugjöfum. Og þetta auðvitað bara barátta sem við þurfum alltaf að vera að vinna. Þetta ekki eitthvað átak, heldur þetta eitthvað sem við þurfum að vera stöðugt á verði gagnvart. Og ég held að við höfum sofið kannski á verðinum hér
Og það auðvitað líka bara þannig að við erum í samfélagi sem síbreytilegt og þar koma nýja kynslóðir, það koma nýja efni og nýja leiðir og þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum stöðugt að vera að vinna í. Fyrir utan svona aðbúnað barna í vanda, hvað annað er brýnt að gera í þessu málaflokki? Já, ég held eins og þú segir með fræðslu og forvarnir, það sé mjög mikilvægt en mér finnst líka mikilvægt að taka undir það sem Guðmundur sagði áðan að auðvitað það stór hluti barna auðvitað í góðum málum sem betur fer en við þurfum að taka þessar tölur mjög alvarlega og ég held að við þurfum líka greina þessar tölur mun betur niður þannig að við áttum okkur á því hvernig þessi hópur er samsettur þannig að við getum brugðist rétt við þeim vanda sem kemur þarna fram. Takk fyrir, Salvör. Takk fyrir. Tekist hefur verið á refsiaðgerðir gegn Rússum og afstöðu Evrópusambandsins til Ísraels á fundi leiðtoga bandalagsríkjanna sem hófst í Brussel í morgun. Aðildarviðræður við Úkraínu eru einnig í brennidepli. Fundurinn hófst hérna í byggingu leiðtogaráðs Evrópusambandsins í Brussel 11 leytið í morgun. 23 af 27 leiðtogum aðildarríkjanna voru saman í Hollandi í gær á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins þar sem samþykkt var áætlun verulega aukningu í útgjöldum til varnar og öryggismála. Það víðtæk sátt þessa stefnu í leiðtogahóp Evrópusambandsins þótt leiðtogar hér hafi hins vegar áhyggjur af mögulegu tollastríði við stjórnvöld í Hvíta húsinu. En það tekist á annað, til dæmis afstöðuna til viðræðna við Úkraínu aðild að Evrópusambandinu. If we would integrate Ukraine into the European Union, we would integrate the war. And we would not like to be together in one community with a country who is in war and represent an imminent danger on us. Because if a member of the European Union is in war, it means that European Union is war, and we don't like it. I think the stance taken by Prime Minister Orban is I think, in my view, is deeply, deeply regrettable. And I think the approach he has taken to Ukraine in general, from European perspective, is to be regretted and is very problematic. Það eru líka deildar meiningar refsiaðgerðir gegn Rússum vegna allsherjar innrásar þeirra í Úkraínu vorið 2022. Ungverjaland og Slóvakía á móti þessum aðgerðum. Þessi ríki hafa reitt sig á olíu og gas frá Rússlandi. Eldfimasta málefnið snertir hins vegar stöðuna á Gaza. Ísrael uppfyllir ekki lengur skilyrði í samstarfssamningi við Evrópusambandið, segir í nýrri endurskoðun. En það eru afar skiptar skoðanir hvernig eigi að bregðast við. Porque lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. Sjúkratryggingar hafa hvorki nægar fjárveitingar né starfsfólk til að sinna yfirgripsmiklu hlutverki sínu að mati heilbrigðisráðherra. Sjúkratryggingar ná ekki að fylgja lögbundnu hlutverki sínu nema að hluta til, segir í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar sem var kynnt stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis í gær. Stofnunin hafi hvorki náð að byggja upp þá þekkingu né mannauð sem þarf til að gera nauðsynlegar þarfa og kostnaðargreiningar vegna samninga kaup á heilbrigðisþjónustu. Það ekki þarna sem kemur mikið á óvart. Lög sjúkratrygginga voru sett 2007 og vissulega hefur margt áunnist varðar kaup á heilbrigðisþjónustu, en stofnunin hefur aldrei náð þeim styrk sem hún hefði þurft til að sinna þessum flóknu og fjölþættu verkefnum á sviði þarfa og kostnaðargreiningar, samningagerðar og eftirlits. Og akkur ætli það sé? Það tekur auðvitað oft tíma til að byggja upp slíka stofnun, en stofnunni hafa verið nefnt skammtaðir fjármunir miðað við þetta yfirgripsmikla hlutverk. Mótaðilar eru auðvitað með yfirburða þekkingu á málefninu og meðan sjúkratryggingar hafa ekki nægjanlega mönnun í varðandi samningagerð, þá verður það þannig. Alma segir að áður en skýrslan kom út hafi verið settar 60 milljónir í að bæta mönnun en meira þurfi til. Síðan þarf að styrkja stefnumótunar og eftirlitshlutverk ráðuneytisins.
Þar mun ég fá utanaðkomandi sérfræðing til að ráðleggja mér og við höfum í hyggju að koma hér á gæða- og eftirlitsteymi og síðan þurfum við að vinna innkaupastefnu saman, ráðuneytið og sjúkratryggingar og nokkurs konar innkaupahandbók. Yfirvöldum í Bandaríkjunum og Íran ber ekki saman hversu miklar skemmdir urðu á kjarnorkustöðvum Írans eftir árásir Bandaríkjahers. Æðsti klerkur Írana segir stóríkt að þær séu gjöreyðilaðar. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna var ómyrkur í máli á blaðamannafundi ásamt formanni herforingjaráðs Bandaríkjanna í varnarmálaráðuneytinu í dag. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history. And it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. Formaður herforingjaráðsins var spurður hvort hann hefði verið beittur þrýstingi af ráðherrum eða forsetanum til að breyta mati sínu á eyðileggingunni og fegra þær upplýsingar sem hann hefði undir höndum. Svarið var einfalt. Would you do that? Yeah, well, that one's easy. No. No, I have not, and no, I would not. Á fundinum komu hins vegar engar nýjar upplýsingar fram að kjarnorkuáætluninni hefði verið útrýmt eins og stjórnvöld höfðu orðað það. Fyrr í dag sagði Khamenei æðsti klerkur Írans Bandaríkin ekkert hafa grætt á stríðinu. Þetta var í fyrsta skipti sem að hann kom opinberlega fram síðan vopnahlé Ísraela og Írana tók gildi á þriðjudag. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Uppfærð viðbragðs- og rýmingaráætlun vegna mögulegs Kötlugoss var kynnt íbúum Víkur í Mýrdal í dag. Vegna fjölda ferðamanna gæti reynst nauðsynlegt að loka vegum og rýma fyrr og lengur ef hætta væri talin á gosi. Alma Ómarsdóttir í Vík. Þetta fjölmennir kynningafundir? Hérna klukkan 5 í dag þá var kynningarfundur fyrir enskumælandi íbúa og starfsfólk á þessum slóðum og það voru kannski svona 30 manns á þeim fundi en klukkan 8 þá sama kynning á íslensku og það nú búist við að verði kannski ívið fleiri gestir þá og mögulega jafnvel svona aðeins líflegri umræður eftir kynningar almannavarna, Veðurstofunnar og lögreglunar. Og það var líka Magnús Tumi Guðmundsson sem var hérna með fyrirlestur í dag og hann flytur þann fyrirlestur aftur hér og eftir en hann segir að við megum ekki gleyma Kötlu þó hún hafi kannski ekki mikið látið á sér kræla undanfari eða þá á hún til að minna á sig eins og í fyrra þegar það var óvænt jökulhlaup og hann segir að það sé rétt að vera ávallt á tánum hvað Kötlu varðar. Vissulega eru eldgos í Kötlu með þeim getur mögulega hættulegustu, það verður svo nálægt byggð og þetta er undir jökli og þá getur komið þessi mjög gríðarlega stóru hlaup sem að Eyra Engu þar sem það fara yfir og þá Mýrdalssand aðalega og þess vegna þurfum alltaf að vera viðbúin. Það verður að má ekki vera neitt fát eða fum á viðbrögðum ef við höldum að Katla sé að fara að gjósa til þess að hindra það að það sé einhver í vegi fyrir þessum stóru hlaupum þegar þau koma. Hvenær það gerist er svo allt önnur saga. Þetta er bara þess áttar atburður að við þurfum alltaf að vera viðbúin. Hvað bjargaði Íslendingum mikið hér í gamla daga, það var strjálbýlið. Það var langt til eldfjallana. Núna ef við tökum sumardag þar sem eru bara venjulegan sumardag þá eru 100 fólks á ferðum Mýrdalssand og öll þessi svæði og þess vegna þarf að bregðast ansið rætti til þess að passa að enginn verði fyrir þessum atburðum þegar þau verða. Já, þetta sagði Magnús Tumi Guðmundsson hérna fyrir í dag en hjá mér er Björn Ingi Jónsson, sviðsstjóri almannavarna hjá lögreglunni á Suðurlandi. Já, þessi uppfærða áætlun sem þið eru að kynna hérna, hún byggir að miklu leyti á áætlun frá 2017, ekki satt? Jú, það er rétt. Við byggjum að mestu leyti á henni. Við erum að reyna að gera hana reyndar einfaldari og styttri til hún sé auðleysanari fyrir fólk sem þarf að lesa hana. Og við erum líka að setja fram náttúrulega breytingar út frá bara breytinga á íbúasamsetningu og fjölda ferðamanna. Þannig að við erum að grípa fyrr inn í með hvernig hinn gamla var.
í sambandi við lokanir og stýringu á umferð inn á svæði og út af því. Og það var líka ákveðin breyting varðandi að þegar ef kemur til þess að þurfa að rýma að þá hvernig á fólk að skilja við húsin sín? Já, í gömlu áætluninni voru gefin út svona appelsínugul skilti sem fólk laði í gluggann þegar fóru á heimili sínu, en núna erum við út frá því að þessi skilti hafa stundu glatast, þá erum við að mælast til þess að fólk noti bara skæran trefil eða einhverja flík og bindi hann annarkot á sneril eða hurðar eða grindverk eða eitthvað svo laus, þeim leið á yfirgefur húsi sitt, gefur þannig til kynna að þessi farið úr húsi. Takk fyrir þetta. Björn Ingi, en hérna í kvöld eins og ég segi verður aftur þessi kynning klukkan 8 en við segjum þessi loki hérna frá Vík. Takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir. Fjölmörg dæmi eru að tjón fáist ekki bætt þar sem brunabótamat fasteigna miklu lægra en verðmæti eignanna. Talið að 10% húsnæðis sé vanmetið og réttur eigenda þar með skertur. Fólk gerir sér ekki grein fyrir því þegar ráðist í framkvæmdir á húsnæði, eins og til dæmis að skipta út eldhúsinnréttingu eða byggja nýjan sólpall, að þá margborgar sig að óska eftir að fá uppfært brunabótamat. Uppfærsla á brunabótamati á ábyrgð húseigenda. Reynslan í Grindavík sýnir að það vanti mikið upp á að því sé sinnt og því hefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefið út vegvísi fyrir húsnæðiseigendur til að hvetja fólk til að uppfæra mat á eignum sínum. Þetta ekki flókið ferli, það dugar að taka myndir og senda inn með beiðni endurskoðun af þeim framkvæmdum sem ráðist í, að fólk sé meðvitað að þarna getur verið að það sé vantryggt. Í skýrslu HMS einnig vakin athygli á því að ekki eru bein tengsl milli brunabótamats og fasteignamats og fólk þarf því ekki að hafa áhyggjur af að fasteignagjöld hækki þó brunabótamatið sé uppfært. Forstjóri Tryggingafélagsins VÍS segir að oft beri mikið í milli þess sem tryggt var fyrir og raunverulegs tjóns. Hún áréttar að þetta líka við atvinnuhúsnæði og sumarhús og vatnstjón sé sömuleiðis metið eftir brunabótamati. Já, því miður að þá eru allt og fáir sem að velta fyrir sér brunabótamati sinnar eignar og það gerist oft ekki fyrir en eftir að bruni verður og fólk stendur mögulega í rústum heimilisins. Bæjar- og tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar hefst í dag með pompi og prakt. Þangað Haukur Hólm kominn. Hvernig stemmingin í Hafnarfirði, Haukur? Þá komið það. Mér sýnir stemmingi vera frábær. Hér búið að gera stórt svæði bak við Bæjarbíó þar sem alls konar í gangi, matur og skemmtiatriði. Þetta í 9. árið sem þessi hátíð haldin og hún byrjar ekki nema helsti sonur Hafnarfjarðar, Björgvin Halldórsson, Bó, segir gó og við hittum hana rétt á það. Þið verðið hérna, fjölskyldan, þið feðgarnir og Svala systir, dóttir. Já, Svala verður með okkur og þau syngja bæði og þetta verður bara spennandi, sko. Hvernig að vera á sviðið með kallinum? Það frábært að vera á sviðið með kallinum. Þannig að ástæðan fyrir því ég fór í tónlist en að tónum að kenna. Nú þið heima velli, Björgvin Halldórsson, Hafnarfjörður, þetta alveg samtengt. Hvernig að vera á heima velli? Það bara no place like home, sko. Ég svo mikill hafnfirðingur, ég reyni að koma Hafnarfjörði að í öllum viðtölum. Sko, ég búinn að fara allan hringinn. Ég búinn að Seltjarnarnesi, Kópavogi, Reykjavík, út allt. Heima best, sko. Allir komaður aftur og henginn að dó. Og það verður fullt af lögum sem auðvitað allir þekkja í kvöld? Jú, þetta lagalisti sem byggður upp á Facebook, sko, sem koma svona úrskalög í bland við þetta. Þetta bara svo mikið að lögum. Þetta bara frábær söngbók og gott saman lögum. Svo mikið að lögum að halva ná að taka þetta. Já, Björgvin Halldórsson og fjölskyldan hleyptu hátíðina af stokkunum. Við skulum aðeins sjá hvernig þetta byrjaði.
Og sá sem framkvæmdastjóri hátíðarinnar Páll Eyjólfsson. Þetta 9. árið, þið tjaldið ekki til einna nætur, þetta ekki bara núna helgina? Nei, við tjöldum 6 vikna senn, búin að gera það undanfarin ár. Og hvað í boði, ef það hægt að spyrja því? Svona í stuttu máli, þá þetta svona bara músík og matarveisla 50. föstudaga og laugardaga í 6 vikur hjá okkur. Þú bjóst ekki við þessu veðri? Nei, hann spáði því ekki, en Guð góður. En við heyrðum að Bó byrjaði þarna og já, eru þetta mikið hafnfiskilistamenn eða þetta fólk allstaðar að? Þetta allstaðar að, en Björgvin hefur alltaf opnað hátíðina frá því við byrjuðum 2017. Og eru gestirnir allstaðar að líka? Já, þeir voru mikið til að byrja með, var þetta 500 manna hátíð og þá var þetta svona mestmengni samþæðara, hafnfirðingar. En núna eru 40.000 mann sem að sótt okkur í fyrra og það frá öllu landinu. En heldur þú að fá svona gott veður allar þessar helgar? Já, ég trúi því, virkilega. Sjáum hvað setur. Þetta segir Páll Eyjólfsson, en við kveðjum héðan úr hjarta Hafnarfjarðar. Rífandi stemming í Hafnarfirði, en hún var ekki minni stemmingin hjá krökkunum á frístundaheimilinu í Laugardal, Háaleitis og Bústaðahverfi í Reykjavík. Þau héldu upp á regnbogadaginn í dag. Hátíðin hófst með skrúðgöngu frá Þróttaraheimilinu í Laugardal og það var gengið að Laugarnesskóla, þar sem boðið var upp á leiki og þrautir. Hver litur táknar ákveðið frístundaheimili og það kemur nafnið regnbogadagurinn sem vísar einnig til fjölbreytileikans og mikilvægist þess að öll börn fái að vera þau sjálf. Lítum til veðurs. Á morgun útlit fyrir fremur hæga suðlæga eða breytilega átt, skýjað með köflum og víða skúrir eða dálítil rigning, einkum síðdegis. Hlýnar heldur í veðri. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Serbíu æfingarleik á morgun í undirbúningi sínum fyrir EM. Það engin töfrabrögð í þessu og við feilum kannski einhverja hluti en það verður ekkert eitthvað stórvægilegt. Og við hittum Hildi Maju Guðmundsdóttur sem vann nýlega silfur á heimsbikarmóti í 5 leikum. Það var svo svakalega heitt þarna og ég átti bara erfitt með að anda. Ég var svo þröngum ból að ég bara átti rosa erfitt með að anda en enn og aftur viftan bjargaði mér. Rifjum upp helstu atriði frétta. Tilkynningum vanrækslu barna, ofbeldi gegn börnum og börn sem beita ofbeldi hefur fjölgað 10% milli ára. Aukningin endurspeglar að einhverju leyti úrræðaleysi fyrir börn í miklum vanda, að mati umboðsmanns barna. Leiðtogar Evrópusambandsins hafa tekist á aðildarviðræður við Úkraínu, refsi aðgerðir gegn Rússum og afstöðuna til Ísraels á fundi sem hófst í Brussel í morgun og stendur enn. Loka gæti þurft hringveginum og rýma fyrr og lengur en áður var gert ráð fyrir ef hætta talin á Kötlugosi. Uppfærð viðbragðsáætlun var kynnt í Vík í dag. Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman skemmdir á kjarnorkustöðvum Írans, en ekki ljóst hvort þær hafi verið gjöreyðilagðar. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.